Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Todd Thorgríms stoltur styrktaraðili þvottahúsin. Do you know what this is? Þetta lítur út eins og trjábörkur, en það þá væntanlega ekki? Þetta korkur. Já. God damn it. Þetta við erum sérst í boði Todd Thorgríms sem lífræn vaxandi eind í Ármúla 29 og þar Kork Daniel fremstur í flokki sem korkgúrú Íslands. Fer fyrir korkinum. Og bara 1,5 mínúta, sko. Segðu aftur söguna, þetta var magnað að sagði mér þetta síðast. Þetta svo magnað, þú ert með tré, þú ert að fara að rækta kork, eða þú ert að fara að búa til kork. Og þá þarftu að planta fræjum og þú ert að bíða ykkur 25 ár þar til þú komið tré og í millitíðinni getur ekkert gert nema beðið. Og eftir 25 ár þá ertu komið með tré og þetta í rauninni svokallaða börkur af þessu korkeigartré. Þetta jómfrúabörkurinn og þú sér hvað hann lífrænn og hrjúfur. Hann sem sagt, honum flétt af eftir 25 ár. Og það sem gerist, og þú getur rauninni ekki notað hann í mikið, annað en að kurlan og hann notaður í gólfefni og einangrun og eitthvað svona bla. En það sem að tréð gerir þegar þú fléttir berkinum af eftir svona langan tíma, það deyr ekki, en það fer í panik. Og það bara svona þrýstir út nýjum berki sem að ekki svona hrjúfur, heldur svona jafn allan hringinn. Og hann nær bara þessari þykkt á 7 árum. Hann á 7 árum seinna, þar nærðu 9 lagi af korki sem svo stansað út korktappar í vínflöskur. Því 80% af allri korkframleiðslu korktappar. Og hann á 7 ára fresti flettur af trénu, það fer í panik og framleiðslan þannig, talandi svona umhverfisvænt ævintýri, þá sko því meira sem að korkfyrirtæki selur á kork, því neikvæðara kolefnisspor sem sagt fyrirtæki að skila. Það ekki geggjað. Þú veist, á þessum tíma sem að allt einhvern veginn eitthvað svo rosalegt og hræðilegt. Já. Já. Hann mun að taka úr í svona 101 í korkinum hann Daniel. Við erum alltaf að læra, sko. En hér þetta, þá ég búinn með... Það meira annars hóteli sem var byggt bara úr korki, sko. Já, en það var einangrað úr korktöppum veitingastaðar hótelsins. Hvað það að segja? Ótrúlega. Þetta var rosalega saga. Þetta sem sagt keðja af hótelum sem safnaði korktöppum af veitingastaðnum, sendi þá til korkframleiðanda sem kurlaði þá og úr var altså hljóð og hita einangrun fyrir 300 í hótelherbyggi. Stórkostlegt. Þannig að við erum að reyna að lyfta korkinum upp á hærra svið. Hærri stall. Já. Gjör svo vel, við ætlum að leyfa þér að prófa CBD-olíu frá altså sponsor nummer 2 og það gott CBD. Betra en ekkert CBD. Við erum með 2 olíur sem sagt. Ég notaði þess að lekkuolíu. Þú ætlar að segja mér aðeins, þú varst nú meira inn í því. Já, ég skal ekki tekið það bara, svo tekur þú við þessu. Þetta sem sagt 500 mg olían sem við höfum verið mjög hrifnir af. Hún svona rá og svona mjög svona vítt spektrum af kannabisjurtum, en þessi olía er semst komin núna í 4-földum styrkleika, nýkomin 2000 mg. Við erum ekki ennþá búin að fá hana, en ég heyrði í manni sem bara með vaðandi ADHD og svefnleysi og í tómurugli og þessi nýja 2000 mg olía bara læknaði. Fór inn í kerfið og heldur við taugakerfið hans. Sko, þessi bara 500, það ekki? Þessi bara 500. Ég byrja alltaf dag, ég tek þetta alltaf á fastibúna tannbursta mig, olía, morgumatur. Og ég seti inn á kontór allan daginn, ég mjög ofurkur, rosalega ofurkur. Og þau halda öll að ég sé í neyslu, niður í vinnu, og því ég svo rólegur, skilur. Hvað Davíð? Hvað að gerast? Og þá ég bara inni með olíun inni og silkið slagur, sko. Þannig ég held þetta virki, en það óalega ég veit ekki hvort hann læknaður, en þetta kannski virkar fyrir hann, sko. Já, ég meina, ég mun betri maður eftir ég fór að taka CBD-olíu, sko. Það svo erfitt að tala svona lækna og ekki lækna, skilju. Hvað veit maður hvað að lækna mann, eins og lifrarhreinsun og annað, sko. En ég veit
að þetta einmitt gera mig að betri manni sko. Ég alveg sallarólegur og ekki alltaf í þessum það sem að hausinn, hann víbrar allur bara og ég allur og get ekki setið kyrr sko. Já. En hvað tekur það langan tíma fyrir ykkur að finna áhrifin? Því ég prófaði einhvern tímann, ég kláraði eitt svona glas, ég fann einhvern mun þannig að ég, þú veist, keypti mér ekki aftur. Nei, sko, hvenær fékk ég fyrst frá Sigga? Ekki komið kannski einhverju 7-8 mánuðir síðan? Eitthvað slús? Já, ég bara á hverjum einasta degi fekk ég fæ mér alltaf 3-4 dropa á mótnana. Svo ef ég eitthvað tens, þá hef ég verið að fá mér af og til yfir daginn einstakarsynum. Ég með eina svona flösku í nokkra mánuði, sko, hún kostar 5 eða 6 skall. Ég stúdið svona flösku bara á kannski 3-4 vikum sko. Já, ok, ég alveg að halda þess í 2 mánuði. En þetta rosalega misjant, þú veist, ég alveg ennþá að finna bara svona langtíma áhrif, ég búin að nota olíu kannski ykkur 2 ár sko, og mikið af henni sko. Og byrjuðu áhrifist svona fljótlega að kikka. Já, kannski á ýmsum sviðum, eins og systir mín talaði, hún átti erfitt með svefn. Já. Og þá, þú veist, hún fann það bara strax. Já, bara strax? Bara fyrstu nótt, bara allt í henni, Jesus, ég bara svaf. Davíð, Norður Kóreu Davíð, hann með svona slæma fótóver, hann ekki múin að sofa í 5 ár og hann búin að taka olíu og hann bara, ég bara sef. En skilur, svo einhver annar sem þetta virkar kannski ekki á, skilur, en þetta náttúrulega bara rosalega, svo það maður líka bara að fara inn eins og Siggi tala svolítið dokumentera hvernig það líður áður en þú byrjar að taka, vita hvernig þú ert þannig að þú geti fylgt eftir það, því að ef þú ert að taka eitthvað og líður allt í vel, þá fattar ekkert endilega. Ég þurfa að vera næmur sko. Já, vera svolítið næmur á það. Svo kannski virkar á einhverjum tímapunkti og svo einhverjum öðrum tímapunkti ekki, þú veist, maður svona mismóttækilegur. Já, algjörlega. Þeir eru prófa, áður við fyrir mig í gang. Má bjóða þér? Já, rosalega til að prófa. Sko, það er spurning hvort það finnst betri. Við erum með 2 típur, ég vil byrja þessu, þetta er Farmahemp-olían. Þessi líka, ég kann betur bræðina, hinn er svo römm og bara svona 3-4 dropa. Maður prófa báðar, Já, algjörlega maður, þú getur ekki ódósa þessu. Það er versta sem getur gest, þú bara sopnar og það er allt í lagi. Þú verður hérna svefnir góður og hér er teppi allt til alls. Gegja, þessi mild, það er lítið THC í henni, sama ekki neitt. Bráðast eins og bara mói á sumardegi. Býta eftir að prófa hennan sko. Þessi er svona aðeins ráði. Já, ok, vá, hún er svört. Vel gert. Já, þessi geggjuð. Leifinu svo að liggja hann undir tungunni Herðu, já, við ætlum að minna á afsláttarkóða þvottahússins upp í Gott CBD sem er þvottahúsið með litlum stöðum, bæði í netverslun og upp í Urriðarholtsstræti. Veistu hvernig hún kemur olían þessi sterkari hinn? Hún er komin sko, við erum bara ekki búin að fá hana. Við erum að fá hana frá Sigga. Kannski þarf ég bara meiri skamt. Kannski það er bara með ofdaufa olíu. Sko, more is more. Já. More is more. Annað er lygi. Já, og svo bara vil ég minna fólk á að subscribe á YouTube og svo leiðis. Já. Bladi bla. Heyrðu, Guðrún, velkomin í þvottahúsið. Við hefum alveg sögu. Ég hef ekki séð í 23 ár. Nei, einmitt. Og bara á Facebook. Já, ég hef fylgst með. Já, ég hef fylgst með þér. Ég náttúrulega var erlendis mjög langan tíma en ég sá þig svona í gegnum fréttamiðl og annað en sko árið 96 þá fórum við í ferðalag saman Evrópu á Ford Escort og 5 bílnum, 20. Ég hitti þið í Suður Frakklandi bara gegnum eitthvað fólk og við slóumst í einhverjum bíl í einhverja vikur eða mánuði. Já, það var það ekki þannig að þið keyptu bíl af vinum mínum sem voru á leiðinni heim. Ég þurfti að fara lengra þannig að ég fekk eiginlega bara far með ykkur niður til Grikklands og já, þannig að þið keyptu bílinn og ég fylgdi með. Þú fylgdi með, en þú reyndist mér rosalega vel því það sem gerist er að í þessu ferðalagi þá fæ ég kíhósta. Og ég hósta mig það illa að ég brjóti mig 4 rifbein. Þannig að þegar við erum komin til Aþenu þá er ég bara bakk á okkur hosteli og strákarnir halda áfram á bílnum í gegnum Austur-Evrópu, það var bara í Serbíu eða Júgóslavíu eða eitthvað. Það var stríða á þessum tíma sko. Myndur þú hleypa barninniðinu bara til Sýrlands? Já pabbi, ég ætla að keyra í gegnum Sýrland. Við vorum svo ungu vitlaus. Spáið í þessu. En ég varð eftir í Aþenu og þú varst með mér. Og við vorum saman í einhverja 3 eða 4 vikur eða eitthvað sem að þú hjúkraði mér með þverflötu spili og svo drukkum við mikil Amstel og vorum alltaf hálfu hauslaus og ég rifnarsbrotin en svo einhvern veginn náði þetta gróa, þú fórst þína leið og ég fór mína leið
og síðan höfum við eiginlega ekki hist neitt þar á þau sko. En fallegt, ég var búin að gleyma þessu, ég man hins vegar að við vorum þarna tvö, ég myndi ekki þetta hverju, Nei, ég man eftir einhverjum svona, bara svona fallegum heimsbyggilegum samtölum jeps, undir einhverju tré á einhverju kaffihúsi. jeps, Já, það var svo engan. Já. En ég var samt, fyrir mér varstu svona, svolítið svona mystery sko. Já, Veist, ég var svona, fyrir mér líka. já, ég meina, ég var svona svolítið ferkantaður einhvern veginn fannst mér og upplýði mig og svo varst þú hérna bara eitthvað allt annað. Þú varst ótrúlega ung og svona girlish, Já, áttu rosa mikið af eldri vinum og mikill bóhem og alveg raunveruleg bóhem og fyrir mig, og á þessum tíma, ég náttúrulega bara vissi ekkert hvað það var bara eitthvað djúp sköpun í gangi hana sem að ég hérna tvítugur eitthvað ljósærður ungur skandinavískur drengur bara var ekki að fatta sko. Þú veist, var þetta að byrja þarna? Þú veist, var skáldskapurinn var hann einhvern veginn bara byrjaður þarna? Sko ég verð að segja, ég man ekki eftir þessi ferköntum, en í minni minningu þá bara alltaf svo væp, bara svo drengur góður, svona hjartur gulli, þannig einhvern veginn sá ég þig. En já, ég var sem sagt, ástæðan fyrir að ég þurfti að fara lengra og fór ekki heim með vinum mínum, var svo að ég var sem sagt ég var búin að skrifa fyrsta uppkasta skáldsögu og ætlaði að fara bara eitthvert til þess að endurskrifa hana. Og ég var búin að átta mig á að við Íslendingar við erum svolítið svona soðin í gegn að við erum alltaf í svo heitum húsum. Ég er búin að átta mig á að mér var yfirleitt kalt í útlöndum. Þannig að ég horfði bara á landakortið og bara hvað syðsti oddin Andalúsía eða nei, Krít ennþá sunnar, bara undir pilsunum á Afríku. Þannig að ég ákvað að drífum bara til Krítar. Frá Aþenu? Já. Bara með ferju? Já, og þangað var ég á leiðinni, þangað stemdi ég þegar ég hitt ykkur og bara má ég fá far til Aþenu svo ég geti tekið mig bát til Krítar. Og svo var ég þar bara í ár eða allavega einn vetur. Hvar á Krít? Varstu Hanja það? Hanja, já. Já, varstu ár þar? Já, vetur, já. Já, vetur af því það að fá svo ódýra gistingu á veturna, því þetta algjör svona sumarleyfi staður. Já. Og allt bara tómt og hlerar fyrir á veturna og ódýrt að lifa. Já. Og þar fekk ég mér einhverja vinnu á einhverjum bar sem að miðaði aðalega við Amerikana sem voru á svona herstöð rétt hjá. Þannig að ég kunni það á græðbrennivín. Það er eina heiðarlega starfi sem ég hef gengt. Já, okay. Og ég var búin að gera það í mörg ár heima áður en ég fór út. Og svo var ég bara að skrifa, en ég var aðalega bara að tínast í einhverjum svona einmannaleika. Það er mjög sérstætt að fara eitthvað þar sem þú þekkir engan. Var þetta ekki mjög karllægt umhverfi? Jú, það var það. Jú. Hermenn og grík. Hvað eru konurnar með ekkert voru úti? Það eru bara eitthvað heima elda, sko. Það er alveg svolítið þannig, sko. Sérstaklega kannski var þannig, sko. Já, einmitt, já. Það eru náttúrulega 25 ár síðan að ég var að þvælast þarna. En það var sannlega þannig. Og ég var svo heppin. Guður góður, ég hlaut þá náð að eignast bara kærasta bara í skipinu á leiðinni frá Aþenu til, þú veist, og það var bara svona alveg eins og hann hefði bara verið sendur á mig og var bara harð ákveðin í að vera kærasti minn. Hvaðan var hann? Grikki? Já, hann var sérst Grikki frá Hanja, þekkt hann allir þarna og þú veist, þetta var bara ekkert vesen. Ég var bara einhvern veginn, þú veist, ég held ég hafi skilur svolítið hjarta eftir heima í einhverju svona laski, þannig að svona, já, ok, þú veist og alltaf til í einhverju ævintýri og já, þannig að þetta var ekkert vesen, það voru bara allir, já, nei, þetta er kærastans Nikosar, þannig að já, ok, þú veist annars þetta verið vesen og ég var svo vitlaus að þetta var mjög heppilegt. Ég náttúrulega gerði mér enga grein fyrir þessu áður en að ég fór. En áhugavert, ég hef alltaf séð Hanja fyrir mig sem borg sem ég var til í actually bara búa í svona þegar hún eldri, sko. Já, hún er rosa falleg. Sérstaklega á veturna, sko. Já. Og náttúrulega, þú veist, þú tekur með þér fjölskylduna. Maður er að mörguleiti frjálsari til þess að ferðast og dvelja einhvers staðar, en maður er ekki alveg út af því að það er dálítið svona
skríti fyrir sálarlífið að fara og vera einhver staðar þar sem þú getur alveg kynst einhverju fólki það er enginn sem þekkir þið djúpt þannig að ég oft hef ég svona gerði mjög mikið af þessu á þannig árunum milli 20 og 30 fara eitthvað og bara tínast algjörlega og ég spyr mér svona eftir á hvað var ég að gera, hvað var ég að reyna að sanna eins og maður geti ekki alveg skrifað þó að maður svona hitti vini sína yfir bjórum kvöldi þannig að ég veit það ekki alveg, ég veit ekki hvað mér gekk til en þetta er rosalega þolraun En þú veist að við strákarnir, við fórum svo til Prag sko og þar vorum við allan sko, meðan að þú varst að eyða vetrinum í Hanja, þá vorum við í Prag og það var kannski eins gott og komst ekki því þetta var bara þetta var bara eitt mesta sukk bara sem ég hef upplifað. Við sáum ekki sólina bara í margar vikur eða mánuði sko. Við bara vöktum á nóttunni og sváum á daginn. Vá, ég hef aldrei handlað það. Nákana og bara drukkum bjór og átum Kentucky. Þetta var viðbjóðslegt. Svo kom ég heim bara tjónaðar af orði sko. Var það þá ég sem hélt ykkur í skefjum? Ég held það. Þú hefur verið einhvers konar svona angeri þannig fyrir okkur sko. Jesus. Einhver sem stýrði flugdrekanum sko. Já. En já, geggjað mér. Var komin ung. Já, ég sá það á þessum myndin svo varst að sýna mér það, ég bara trúði þess ekki. Þetta eru bara krakkar í útlöndum sko og það var ekki einu svona internet á þessum tíma sko. Nei, ég var anstíkileg, ég hringdi aldrei heim, ég hringdi aldrei í mömmu. Já, það var alltaf í símaklefa og eitthvað. Já. En þarna, segðu mér, svo kemur þú heim og þú byrjaði að skrifa hana. Kláraðirðu allt svo að skrifa hana eitthvað þitt fyrsta verk þarna úti eða? Já, ég endurskrifaði það eitthvað 2 að 3 á þessum vetri. Já. Kom með bókina heim og Þú veist ekki með tölvu eða eitthvað? Þetta er ekki bara allt handskrifað? Jú, ég var nefnilega með tölvu. Já. Ég var með tölvu af því að 2 árum fyrr hafði ég farið semst í Interrail með vinkonu, ennþá yngri og saklausari og við einhvern veginn svona sluppum í gegnum alla Austur-Evrópu og upp gegnum Ítalíu til Amsterdam og aftur heim. En þar fekk ég einhverja svona að skrítið þegar maður fær góðar hugmyndir, ég vissum að ég kannast við þetta, það er svona eins og download og ég fekk bara eitthvað svona download bara í flugvélina á leiðinni heim og byrjaði leiði við kom heim að reyna að skrifa með penna og það bara gekk allt og hægt, ég hugsaði miklu hraðar en ég skrifaði, ég man að ég var svona pirruð að ég reif blaðið með pennanum, aggressífur rithöfundur og fór í tölvulistan, ég man ekki hvað hétt sem að einu búðinu sem var með svona notaðar tölvur, þar var hægt að kaupa notaðar fartölvur sem leitur svona út eins og skjalatöskur. Svona 4 kíló. Já, þegar allir var sko hallarslegt og svona gráir plastkassar. Og bara og skrifaði þessa skáldsögu. Ég var 18 þegar ég byrjaði, 19 þegar ég kláraði. Svo er 20 þegar ég fór út með ykkur með þetta monster með mér sem vissi ekkert hvað átt að gera við. Og sem kom síðan ljósa var alls ekki skáldsaga, það var bara mjög löng smásaga. 200 smásaga. Af því að það var engin, þú veist, það var engin byrjun og endir og ris og svona engin strúktúr, það var bara stemning. En allavega, kom heim og reynda að fá þessu ósköp útgefin og fór til Bjarts af því að mér líkaði besti það. En það er þessi sem er á Selfossi? Nei, það er bara Bjartur bókafélag, þeir voru þarna vestur í bæ, Bræðraborgarstíg og þeir tóku sér góðan tími að hugsa málið og sögðu síðan á endanum nei, bara að ert ekki tilbúin og ég bara alveg rétti að þeim, þú veist, ég er rosalega fegin núna að þessa bók kom ekki út að þetta var ekki, þú veist, mitt fyrsta verk en svo fór ég bara heim og til mín komu mjög stuttar smásögur og þegar ég var búin að skrifa alltaf 2 eða 3 ár þannig þá fór ég bara til sem sagt Snæbjörns í Bjarti og rétt honum 2 smásögur og bara til ég að skoða þetta hann sagði já, bara ekkert máli skoða þetta og svo bara hef ég samband og ég sagði bara að ég fattaði ekkert hvað ég var ógeðslega ágeng ég var bara svo ungu vitlaus bara nefnist það er rosalega stuttar ég skal bara bíða hér á og ég bara sjokkaraði hann til undirgefni hann var svo hissa að hann sagði bara já og svo las hann svo og ég beið bara og svo sagði já, þetta er bara frábært bara 20 svona í viðbót og það skal ég gefa út og ég hjólaði heim bara smásagnarsafn og það var síðan fyrsta
bókin mín á meðan hann horfir á því ertu Marja May og bara svona safna mjög stuttum smásögum sem eru dálítið gelgjulegar og mér fannst það framan á dálítið svona erfitt að hafa gefið út svona gelgjulegt smásögnarsafn. Hvernig horfir á það í dag? Já, eftir á hyggja þá bara finnst mér að maður hafi fullan rétt á að vera ungur og vitlaus. Við megum vera á þeim aldri sem við erum á. Ég meina, fyrir ekki, hefði þetta getað verið einhvern veginn öðruvísi? Nei, og það hefði bara verið eitthvað skrítið. Hvað varstu ykkur? 22? Já, 22 þegar, já. Einmitt. En þessi hana 200 blaðsíðna þetta 200 blaðsíðna eftirpartí þarna sem þú varst hvar þetta í dag? Áttu þetta til? Ég átta til út af því að ég gaf hann út í 10 eintökum bara til þess að losna við hann úr systeminu. Okay. Og þetta var korteri áður en ljósritunartæknin var til. Já. Þannig að það þurfti ennþá að setja þú veist, þetta var, kannski ekki, ég veit ekki alveg, þetta var allavega ógeðslega mikið vesen og rosalega dýrt og að prenta í fáum eintökum. Þannig var það, ekki þannig lengur. En ég bara... Og veistu hvað þessi eintök eru? Sko, ég seldi eitthvað af þeim, en ég á 1 eða 2. Já. Þannig að ég á þetta til. Wow. Og þegar ég hef alveg, það er ekki mjög langt síðan, kannski 2 ára eða eitthvað, sem ég gluggaði í hana og sá þetta var alveg, það var ágætlega skrif, þetta var vel stíla. Ég virðist vera, ég hafi verið með einhvern veginn svona, dálítið svona röddina tilbúna, stílgáfuna í vöggugjöf. En strúktúrin þurfti að... Hún var ekki beint formur. Nei, og bara ég skildi ekki strúktúr. Ég var ekki með strúktúr hugsun. Ég var ekki með þann haus, ég þurfti alveg að læra það. Og það var eiginlega bara Valur vinnur okkar sem kendi sem var með okkur í bílnum. Valur Brynjar. Já, þegar við héldum alltaf sambandi, Valur Brynjar Antonsson. Og vorum alltaf vinir og ég fattaði mjög snemma að hann var með bara algjöra náðargáfu. Hann bara rosalega greindur náungi og hafði þessa strúktúrhugsun alveg sem að mig vantaði, hann bara skildi hann greinandi, hann heimspekingur. Og hvað áttu við? Hvernig strúktúrerar svona? Já, sko það sem að, já, maður þarf alltaf að vera með skáldsögum, maður þarf alltaf að vera með sko einhverja uppbyggingu en hún má samt ekki vera of augljós, af því þá er þetta of mikið paint by numbers og of mikil Disney-væðing. Þannig að við þurfum einhvern veginn sem skáldsögnahöfundur alltaf að vera að finna upp hjólið en samt þarf að lúta ákveðnum lögmálum og þú veist, Valur þurfti eiginlega bara svona að mata mig með teskið á svona grundvallaratriðum eins og bara Eva mín, þú veist, bara persónunar verða að vilja eitthvað. Það er það sem dregur söguna áfram og ég var bara einhvern veginn, er ekki nóg að þær séu bara einhvern veginn í einhverju svona fallega grotnandi umhverfi, þú veist, að vera í einhverju stemningu og tala gála saman. Bara nei, það er ekki nóg, það þarf að vera einhver svona framvinda og það þarf að vera einhver stígandi, það þarf að einhver að vilja eitthvað og knúa söguna áfram svo það að ná, þú veist, vissum hæðum og svo þarf að ganga frá lausum endum. Og það er það sem gefur karakternum líf, má segja. Já, sko, það frekar bara það sem að sko knýr söguna þannig að við nennum að lesa sama fólki svona lengi. Út af því að svo eru sko bestu smásögurnar eru ekki endilega svo strúktúreraðar. Það er svolítið bara svona svo að opna glugga og zoomar inn í líf fólks á einhverjum athyglisverðum tímapunkti og svo zoomar út aftur og það er allt keyrt á innsæi. Já. Og kannski, og fyrir vikið myndar ekki þessi djúpu tengsl sem þú gerir annars, fyrir lengri ferðalög. Já, fyrir lengri ferðalög og þú finnst þess að þetta fólk sé einhvern veginn hafa verið bestu vinniðinir en smásögur geta samt, sko góðar smásögur skilið eftir sig bara rosalegt svona far á sálinu með stærunni frábært form sem að mér fáir hafa valdi sínu að gera mjög vel en þegar maður finnur góðan smásögnahund þá bara þá klára maður hann bara En hvernig þú veist, núna ertu búin að gefa út hvað 10, 12, 13 sögur eitthvað sliðis síðan já þú veist, hvernig ertu búin að þróast ef þú reynir að sjá þetta í einhverjum svona línulegum vexti eða línulegri þróun hvað er búið að gerast? Góð spurning já, ég fikraði mig þarna frá skrifaði þetta smásögnarsafn og annað til sem heitir albúm og nokkrar
skáldsögur sem voru svona í stemningslegri kantinum, ég var bara svo heppin þetta var akkurat á postmoderniska tímanum þar sem að það var bara í tísku og það held allir bara að ég væri að vera postmodernisk þegar ég bara kunni ekki að plotta Geðut heppin já, kom sem mjög vel en svo sem sagt, 2005 gaf ég út skáldsögur sem að var eiginlega svona fyrsta skáldsaga minn sem ég var bara, ok, þarna náði ég að segja það sem ég vildi sagt þá, ég var ánægð með hana og er það ennþá og það var bókin sem að Valur hjálpaði mér svona mikið með og gegnum hana lærði ég struktúr hún er mjög löng, mjög flókin það er margar aðalpersónur og hver þeirra fyrir sig hefur sinn söguboga en svo þarf það líka að hafa áhrif sko hver aðra innbyggð, þú veist, það er bara svona flóknasta flétta sem ég hef gert og það var svona bókin sem ég brýndi tennurnar á og þú veist bara að læra hvað struktúr er og svo komu nokkra svona, þú veist, aldrei langar mjög struktúreraðar sögur samt allar með svona sínum sérstaka struktúr og mér alltaf verið mjög mikið í mun að hafa ekki struktúrun of sýnilega að þetta sé ekki of svona klipt og skori. Náður þá að halda því nissi svona einhvern veginn út frá 2005? Já, það kom alveg svona nokkri röð, kannski 4-5 þannig. Svo kom að þeim tímapunkti í lífinu sem ég veit að þið viljið tala og það er allt í lagi. Að ég fekk svona burnout, ég svona kulnun og það breytti mér bara, það breytti mér alveg og ef það breytti manneskjunni þá breytir það þetta höfundinum þegar ég hafði alltaf verið svona laumulegt hraðafrík algjörlega, þú veist pollrólega á yfirborðinu bara svona lengt yfirborð og þú veist allir strokkar á fullu og vann mjög mikið, þetta er náttúrulega rosalega afköst sem ég var að, þú veist, einhvern tíma kom ég til að lesa upp á einhverju bókasafni og þau voru búin að raða höfundaverki mínu svona einhverju hillu og ég bara, hvað minn almáttur, ég er geðveik, ég er ekki skrítið að fengi burnout. Hvað ertu lengi að vinna í gegnum svona, höfundin kemur, svo gerur eitthvað svona beinagrind og svo byrjar bara að negla niður? Ég ger ekki beinagrind. Hvernig byrjar bara að skrifa? Já. Er þetta allt hérna uppi? Punktar ekkert niður og svo? Jú, ég punkta alveg niður, en það er bara hugmyndir og þetta smá saman kemur heim og saman og Missur ekki þráðin í öllum fléttunum? Nei, ég vissi ekki, þú veist, maður er oft bara hvert er ég að fara með þetta, hvar endar þetta þú veist, en það er bara partur af ferðalaginu, þú veist, til að maður geti hleypt undirvitundinu að og gert sögu sem er eitthvað meira djúsi og frumlegri þá þarf maður bara þólega óvissu, maður bara verið auðmýkt, þú veist, að ná í hvaðan kemur sagan? Já, og er ekki auðvitað að fara út á sporinu líka á leiðinni, skilur þú ert komin að blasi 172 eða eitthvað skilur og bara þá ertu komin í einhver aðra sögu er það kannski beauty við? Já, maður það bara taka þessu áhættu þú veist, ef maður ætlar að hafa stjórn á allu þá verður það bara ekki jafn góð list nei, skilur? Það er mikið tilgerðalega en bara, það er samt þannig að bara undirvitundin er miklu stærri og klárari Þú veist semst að segja mig það þegar þú ferð að stað með að skrifa bókina þá veistu ekki hvað er að fara að gerast Veistu hvernig hún endar? Nei. Það er rosa. Veistu ekki nei? Ég veit ekki, nei, ég veit bara, þú veist, hver situasjónin er, skulum við segja. Þú er búin að búa til einhverja persónur og eitthvað svo leiðis. Já, einmitt, ég er með einhverja persónur í huga og þær eru einhverja situasjón og svo bara leggjum við að stað það. Já, en spurningin er, ertu með þær í huga eða ertu búin að búa það til? Hvort er það? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvaðan þetta kemur, en það er alltaf, þú veist, bara hugmyndin að koma. Þið veitir, þú veist, hvernig býr maður til persónu en auðvitað hittir maður oft fólk og þannig hefur oft alveg ágætlega oft byrjaði hjá mér að það kemur einhver og segir eitthvað og ég er bara svona og þú veist, það er eins og að fá eldingu í hausinu og svolítið eins og að vera ástfangin það er bara einhvern veginn af hugmynd og bara þú veist af hugmynd, af manneskju sem að maður veit að nú mun ég nota þessa manneskju og haldi blóði svolítið til grundvallar sögupersonu og ég spyr gjarnan leyfis minnst alveg óþarfi að einhvern veginn að sko harvesta fólk að Já, þú gerir það Já, ég gerir það og ég meina, ég skrifaði þarna sannsögu sem fjallar nágranna konu mína, hann ljúpu vinkonu mína sem er ennþá vinkonu mín margir sem spurja og ég bara, þú veist, hún sagði eitthvað og ég fekk eldingu
og vissi að ég þurfti að skrifa hana, ég hafði ekki hugmyndum á nætti svona skrautlegt líf að baki. Þannig að þú notar umhverfið þitt svona Já, með góðfúslegu leyfi. með góðfúslegu, eins og var á Mormóni, sérst Austin frá Texas, sem að kom fyrir síðan í 2 af 5 smásögum í smásögnarsafninu Austin, Texas. Ég spurði hann líka, góðfúslegt leyfi. Mér sé að til ég að koma heim til minn og ef að manneskinn myndi segja nei, myndur bara sætta þig við það? Já. Myndur ekkert eitthvað að reyna bara eitthvað að svindla þér gegn það samt sem aður? Nei, ekki nema að væri sko nógu sko fjarlægt til að manneskjan myndi aldrei þekkja sig í því. Eins og Mormónin í Texas sem að kom bara í eitthvað mjög stutt trúarbúða starf og kemur aldrei aftur. Tókst samt að læra íslensku á 2 vikum. Já, þau eru ótrúlegir. Þeir eru rosalegir sko. Já, en bara ég hitt hann í mjótt og svo rakst ég á hann aftur og þá var ég búin að fatta að ég vildi, þú veist bara, hvernig að ég finna hann aftur, það hefði sjálfsagt verið hægt. En svo rakst ég á hann og gat sem slátaði við að mér langaði að skrifa Mormóna en ég þekkti bara ekki Mormóna, þannig að hvort þeir var til að koma að heimsækja mig reglulega og þeir voru til í það. Eins lengi það væri alltaf karlmaður á svæðinu sem að mér fannst ógeðslega fyndið, af því það bara Þurftu að fylgja karlmaður þér þá? Já, þeir mátti ekki koma inn heim til mín sem sagt, það var ekki karl. Ef þú skildi tæla þá? Já, en mér finnst bara svo, þú veist, það bara í fyrsta skipti sem að einhverjum hefur staðið ógnað mér og mér. Þetta alveg grilla. Wow, þetta bara framandi, þeir eru bara, þú veist, gemurur og þeim finnst við vera gemurur og þetta bara svo framandi kúltúr að þeir gæta alveg verið utan að gemur. Samt ekki lengra frá okkur bara henni í Bandaríkjunum og aðstæða, sko. En sko, hugsunarlega og kúltúrlega eru þeir það og það er það sem er svo fascinarandi við þeir eru gangandi meðal okkar en þeir eru í öðrum heimi og í öðrum kúltúr og þess vegna fannst mér svo gaman að skrifa þá en auðvitað af virðingu og maður á bara að skrifa alla af virðingu, annars er það bara lélega bókmyndir. Ég verði að fá 3 viðnabeginni núna på síkastil frá einmitt Mormónum. Já, eða svona kristin. Þeir eru líka að stíga upp í markasetningur og annað, þeir eru orðin svolítið hipp og cool, sko. Já, og ég veit ekki hvort ég hleypaði minn í lífsitt, sko, ég var svona eitthvað halvu það er kannski bara næs. Ef þú ert nú öruggur, bara ekki tæla þá. Já, ég vil þá að þið séu fylgd kvenmanns. Já, ég fylgd kvenmanns. Ég veit það ekki, sko. Það er alveg magnað. Hvernig ertu? Ég ætla að fara fram á það. En svo þá maður bara var náttúrulega skýr, þú veist, eins og aðra, en maður vill, ég var algjör tæfa, ég var bara, já, nú er ég búin að skrifa bókina, ég þarf ekki fleiri heimsóknir, takk. En viltu ekki hjálpa mig Jesú? En þeir gefast líka upp á einhverjum ákveðnum tímapunkti, sko. Já, algjörlega. Hvort þið sko. Já, ég meinar að maður bara slekkur ljósum og dregur fyrir alltaf þeir eru komið. Já, eða bara, ég hef líka heyrt að þeir eru kannski búin að vera heima hjá þeir bara eitthvað, þú veist, öðru hvoru í hálft ár en þú ert alveg hlusta, þú ert kurteis, þú ert samt ekki móttækileg, sko. Já, ok, það er bara skynja það. Ok, næsti. Ok, já, það er bara skynsamlega. En áður með kulununa, þegar þú ert að skrifa, kemur bara eitthvað svona þráigefið og þú bara skrifar í marga vikur eða er þetta eitthvað svona struktúrað vinnutíminn innan gæsalappa, sko? Já, ég náttúrulega bara, þú veist, vinn mjög mikið og reynir bara að skrifa eins mikið og ég get. Suma daga er það bara ekki hægt, þú veist, maður þarf náttúrulega að vera í vissu hugar ástandi bara til þess að sé hægt. En ég náttúrulega á launum við að skrifa og ég þekki engan höfund sem tekur það ekki aldrei hátíðlega og vandar sig ekki við að standa undir því. Ertu þá að tala listamanna laun allt svo? Já. Sem úthlutað með eitthvað jöfnum villbili? Já, sem bara eins og árið sæki launin mín og launin mín. En ég semst, já, þú veist, ég hef verið bara meir og minna á þessum launum og það virkar bara þannig í rithöfundasjónum, fólk haft á þessum launum, það virkar ekki annars eða verið að gefa fólki 3 mánuði og taka þessu, þú veist, það var ekki til eina skátt. Gætur ekki lifað sem rithöfundur bara á því að selja bækurnar hennar? Nei. Er það út af því við erum á Íslandi? Já, þetta er svo rosalega lítill markaður og þó svo að ég sé að selja vel og sé á metsölulistum og það er bara, þú veist, alls ekki nóg, ég meina. Er það svoleiðis? Já, það væri ekki nóg fyrir ykkur að þið fengju kannski 2-3 milljónir á 3 ára fresti, þegar maður væri ekki að fara að lifa á því. En ritlunin eru, þú veist, þau eru samt mjög lág. Þau eru sko lægri en lægstu verkamannalaun og fólk er bara svolítið að svona tóra á þeim, svo kemur hitt ofana. Þú veist, það er bara, maður gefur út bók, maður selur eitthvað smá og það er bara svona lagar yfirdráttinn.
og svo bara heldur áfram að keyra þig í kafa á pínulitlu rillununum og svo gerist eitthvað, velun eða En þarftu að skila á þér einhver ákvörðun til þess að uppfylla Já, að sjálfsögðu, þetta mjög strangt, þetta alveg bara Þetta alltaf svo mikið á milli tannana á fólki sko, Já, ég veit Já, þetta mjög strangt og þetta þú veist, það þarf að skila skýrslu og það þarf að skila áfangaskýrslu og lokaskýrslu og mjög mikil skriffinska í kringum þetta út af því að, þú veist, auðvitað er ekkert nóg að vera bara með einhverju umsókn og vera bara, veist ekki hver ég þú veist, þú þarf að vera selja þeim það að þú sért að vinna á fullu, þú sért með góða hugmynd sem þú þurfir rými til þess að klára, þannig að við getum haft bókmenntir á Íslandi og ekki bara krimma, út af því að þeir eru góðir fyrir sinn hatt, en þeir selja, sko, þú veist, 40 sinni meira. Já. Þannig að Þeir þurfa ekki að vera á listamannalaunum. Nei, raunin ekki, þú veist, þannig að ef við viljum hafa, sko, að koma út glæpasögur og bókmenntir á Íslandi, þá þurfum við þessi ritlaun. En þú veit ekkert eitthvað skikku til þess að skila þá bara einhverju einu verki á ári, eða árlega? Nei, og það væri náttúrulega... Þetta tekið bara út frá verkefninu sem það gangi með. Já, og hverju ári skilaði skýrslu, hvert ég komin, ég sendi þeim uppkastið, þú veist, maður er alveg bara, maður berar sig fyrir þess að nefnda á hverju ári og það verður að vera þannig. Þau þurfa ekki að gengi úr skugga að fólk sé að nota sér laun vel. En listamenn sem eru á listamannalaunum og eru jafnvel mjög efnaðir. Já. Eru þeir alveg? Ég var í opnunarpartí hérna í golfhermunum í gerð, ég ætlaði að fara að skoða listamannalaun alveg í þaula, en svo var ég búin að drekka 3 bjóra og eitthvað, þannig ég ákvað að sleppa því og taka umræðina hérna bara, en sko nei, maður hefur, sko nú veit ég ekki nákvæmlega hverju að fengið, það eru listamenn, tónlistamenn og aðrir sem hafa verið að fá listamannalaun, gott og vel, en sem eiga kannski mikið að eignum eða eru með góða tekjur annars staðar frá. Já, ok, ég bara þekki ekki. Nei, ok, en það finnst mér svolítið svona vera andstætt tilgangnum, sko, með Sko ég veit að það var einn höfundur sem að var á þessum launum og krimma höfundur og hann bara, þegar hann var farin að mók selja svo mikið í útlöndum að það munum það fyrir utan það að vera alltaf söluhæstur hér þá hætti hann að sækja af því það er bara the decent thing to do en ég held að sé engin lög og reglur sko að að það er að neita höfundum eða neita listamann en þú veist, en auðvitað er það bara þú veist, akkurat að vera að slást þessar saltnetur við fátæku listamennina ef við erum í salum, það er bara fólk er svo skrítið, sko eins og þingmennir sem eru með lögheimili eitthvað starf okkur eyðibíli til þess að fá okkur 200 skall á mánuð eitthvað, já, og sjálfsagt að setja fyrir þannig leika, þú veist, og það er allt líka sem að getur skapa meiri sátt þessi ritlaun eða listamannalaun. Heldur þú að listamannalaun svona þegar á heildinni er litið skili meira til samfélagsins ef þið eru þarna eða ekki það er ekki tala bara fjárhagslega heldur bæði menningarlega fjárhagslega bara engin spurning bara auðvitað gerir það og ef við skoðum líka bara myndlistina þeir ríða nú ekki feitum hesti frá þessum listamannalaunum þegar þeir eru miklu fleiri og eru samt að sækja í sjóð sem er stór eða lítill og svo sem við erum að sækja í og fá aldrei til dæmis ef þú farið ár sem myndlistar maður þá farið alveg pottet ekki á næsta, þú veist, það bara þú ert búin að fá þannig að þau þurfa alltaf að vera bara í þú veist, öðrum störfum og fá stundum bara rými til að vinna sinni list myndlistin er, þú veist, gerir líf okkar bæði beint og óbeint miklu ríkara en myndlistamenn fá sjaldnast borga fyrir sína vinnu og það eru einhverjir, þú veist, sem er að gera málverk sem fólk vil hafa upp á vegg heimi á sér en það eru margir aðrir sem vilja gera málverk sem að snert okkur mjög djúpt en fólk vil ekki hafa endilega upp á vegg heimi á sér af því það er bara of ágengt eða og svona sársaukafull eða svona vekjandi eða eitthvað reynsla að þú vilt kannski samt geta séð það á listasafni og séð myndir að því og svo er náttúrulega sko öll hönnun, þú veist það byrjar rosa mikið í myndlistinni þú veist, þar kemur einhvern veginn svona ný stefna þau svona ryðja vegina mjög miklu leyti svo svona fylgir hönnunin og allt hitt svona í humátt á eftir þannig að myndlistafólki kveikir eldana en lepur yfirleitt dauðan og skil ég þekki einn mjög sko
mjög frægan myndlistamann sem er mjög áberandi og fólk heldur að hann sé ríkur að þinn frægur en hann er svo fátækur að við vinnur að skiptumst á gjónum að borða skilji. Já, mitt. Heyrðu, það er sko til þess að leiða okkur inn í þjáninguna Já, kulnunina, við Já, fórum aldrei alveg inn í það Já, sko. einmitt. Sko, þú talar sko, að hafa ekki lengur efnaði að vera barn hraðans, þú ert að lýsa hraðanum á hann Já. og fyrir viki þá sko, þá hefur fært þig inn í hæðina eða ertu færð inn í hæðina. Það líka hægt að orða það kannski þannig. Já. Það gerist eitthvað Já. og spurningin kannski hvað þýðir það að fara úr því að vera barn hraðans yfir í að vera í hæðinni og kemur hæðin ekki eins og þú kallar hana, kemur hún ekki bara því þú ert sko, líka í örgu svæði sko. Þú ert búin að sanna þig sem skáld eða rithöfundur og getur fyrir vikið tekið meira rými því þú ert í örgu umhverfi sko. Kannski, en hraðin er sko ávanabindandi og ég hefði ekki farið úr þeirri stemningu nema bara verið dregin þaðan, þú veist, sparkandi og öskra, já, að því að svo rosalega gaman Hraðin að vera, geggjaður. já, hann er geggjaður og Meðan hann er geggjaður. já, akkurat og þú veist að skrifa skáldsögu er svolítið svona manist ástand það ert með svo rosalega margt í og ég þekki einn höfund sem að hætti að gefa út bækur og fór að skrifa sjónvarpsþætti í svona teimi í útlöndum og hann sagði bara, hvað er svo fein það er ekki lengur skáldsöguhöfundur, maður er svo geðveikur maður er bara eitthvað í sturtu, maður með allt í hausnum í einu og svo er maður bara í sturtu og maður hugsaði, heyrðu, já, þessi kafli sem endar svona er svona að taka þessa seti og setja þessa og ég bara, já, kannast við þetta maður er með hausinn fullan af þessu og ég var þannig að titraði þegar ég skrifaði Gast ekki bara andað og róa þess niður ég vildi það ekki Nei, já, Okay. bara kláraði og þú veist Já. og var í þessu buss. geggjaða hraða og já, þetta er svo mikið kekk þetta er eitthvað svo mikið víma og svo bara þegar ég var búin að þá einhvern veginn svona kannski gekk ég gólf hristandi hendurnar og svo þurfti bara að hlaupa bara, þú veist Gast ekki með eitthvað verið disko bara eyrunum. í tóminu bara eftir á varstu bara, þú veist, Nei, hélt þurfti að hraðin losna- bara áfram Já, ég þurfti að losna við nervisorkunum, uppsafnaða orku sem þurfti bara að sprengja með því að fara að hlaupa, þú veist, nú var hlaupandi alla skóarstígana, þannig hver að gera alveg bara, eins og brjála einhver. En sko hlaupin auka líka á, það er líka hluti af hraðanum. Ég er hætt að hlaupa núna bara gengi eins og virðuleg dama og gera jóga og ef ég byrja að titra þegar ég skrifa þá hætti ég bara að segja að brent mig þú veist, þetta er raunverulega bara ég er hrædd við þetta bara eins og alki við brennivín, þú veist eins og sérst alki sem að er þurru alki við brennivín vil ekki lenda í einhverjum svona pitti aftur sem að leiðir til örmögnunar að lokum. Er þetta tauga álægið sem hún lýsir? Já, sko, þú veist, ég var með eitthvað sem ég vil kannski ekki fara mikið nánar út í hér, en það var svona álægi í engalífinu, bara á nokkrum póstum í einu. Þú veist, þetta var ekki svo kvöldu kulnun í starfi, en það er það afleidd þýðing á orðinu burnout, af því það er örugglega í einhverjum tilvikum, en alls ekki alltaf. Kulnun í lífi, skilur. Já. En voru utanakomandi aðstæður samt sem áður sem voru hér og þar sem það voru utanakomandi aðstæður sem að settu á mig svona vissa pressu og sem að urðu til þess að ég fór einhvern veginn því áttu svo auðvelt með það í dálítið svona hypomanist ástand sem að sást samt ekki utan á mér þannig að það náði enginn að stoppa með það vissi ekki það ég var en fólki fannst ég bara rosalega dugleg ég bjóð til mitt eigið allt ég var bara einhvern veginn heima að baka brauð og búti tannkrem og svítalektareyði og súrkál og sultu og bara you name it en og svo fannst mér frábært hvað ég þurfti eitthvað lítið að sofa. Já, hvað mikið? Hvað svo rithöfundamyndi? Mikið? 2 tíma? Þú veist, mér finnst frábært að sofa 8 tíma en þegar ég var í þessu hýpomannska sem leiddi síðan til kulnunar að þá þurfti ég allan eitt að sofa. Ég gæti bara verið að, þú veist, að hugsa og rauninni skrifa í hugunum á meðan ég lá svona og beið eftir að dagurinn kemi. Allt mjög skýrt. Já,
allt kristaltært. Þú ert að lýsa fyrir mér bara svona hefðbundri amfetamín eða kókaín neyslu sko. Svona leið mér í neyslu sko. Ég hef aldrei prófað amfetamín eða kókaín, en þetta var víma og hún var svo góð, mér fannst allt svo fallegt og það, og mér fannst fólk svo gott, þetta var svona eins og gerfi uppljómun, en þú veist, það það auðvitað ekki út af því að, þú veist, maður að ganga á líkamann og svo enda með því að maður krassar. Ok, og krassar, hvað gerist? Já, maður bara eins og hlaupa vegg, allt í einu, þú veist. Allt í einu? Já, allt í einu bara, þú veist, og ég byrja að fá einhver fæðu óþol og psoriasis. Já, byrjar að slökka þér hægt og rólega, var þetta ekki bara svona? Jú, þetta var svolítið svona, en þetta, þú veist, gerðist allt í einu. Og já, ég fór bara að upplifa allt áreiti eins og að vera ofbeldi. Hvenær var það? Þetta var svona fyrir svona 5-6 árum kannski. 5 árum. Þannig að þú ferð úr því að finnast að vera í vinnveittum heimi yfir í bara að vera frekar í óvinnveittum heimi. Sko nei, ég var ekki paranoid, en ég vissi alveg að fólk myndi ekkert illa með þessu, en bara það einhver ávarpaði mig. Já. Þú veist, uppleiði bara, þú veist, það var svona bergmál í eyrunum á mér og ég vildi bara óska að fólk væri ekki að ávarpa mig. Og svo þurfti ég að svara einhverju og bara, þú veist, ég var með ofnæmi fyrir orðum, ég hafði ekki áhuga að lesa, það eina sem ég langaði að gera var ekki neitt, þú veist, og það var bara að hugleiða og það bjargaði mér, að ég lærði þarna á þessum tímapunkti, lærði ég hugleiðslu. Hvernig kemstu þangað? Veist, hvernig kemstu úr því að vera bara helluð á veikindum yfir í að fá eitthvað verkfæri? Hver færið þið verkfærin og hver voru verkfærin? Sko, ég var að, þú veist, að átta mig á því að þetta væri að bresta, brestinni voru komnir og bara, þú veist, einhvern veginn var að vakna af einhverjum svona draumi og ég var að labba, þar hitti ég gamla vinkonu sem að ég hafði mitt varla hitt sem við vorum svona áleika gömul og þegar við vorum að umgangast inn í eldgamla daga. Hún heitir Þórdís Björnsdóttir, henni eru alveg sama þó að ég ljóstri upp þetta atvik, bara sá hann á götu og eiginlega bara svona, ég sá bara á henni og hún var með eitthvað sem að mig vantaði, ég veit ekki hvernig, það var bara lífið þessu skriti, bara svona eiginlega greip í hana og bara hæ, maður komið heim til og hún bara já og það var kannski enginn til, hún svo andleg að þú veist, hún vinnur í báðum sko kristalbúðunum á Íslandi og er með sko tattu á enninu bara, þú veist, þannig að kannski auglýsti hún svolítið að hún byggja yfir einhverjum verkfærum. Ég fór heim til hennar og sagði henni að ég væri bara svona einni þunnri glærri himnu alltaf frá bara svona fullkomnum terror og hún var náttúrulega bara æ, það er ekki góð hljómar ekki vel og það var bara alveg að missa og hún bara dró tarotspil, hún var bara með þetta þrennt í hug og dró spil fyrir öllu og svo var hún bara, já, með data í hug, þú ætti að fara til Eugene, þeir eru alveg eins, þeir ætti að ná vel saman og svo sendi hún mig til rúmensks dáleiðara sem heitir Eugene og hann átti að vera að dáleiða mig en ég fattaði að þegar ég hitt hann í annað skipti að hann var að kenna mér svona hugleiðslu þar sem maður fer út úr líkamann og hann var að kenna mér það og svo plataði hann mig til þess að byrja að hugleiða heima af því þar sem að hraðafríkin vilja einmitt ekki, það er að hugleiða það kemur bara svona viðbjóður í líkamann og jafnvel þó maður hafi lesið hvað sé gott fyrir mann og bara, akkur er ég ekki að gefa mér kortar á dag, þú veist, til þess að bara fá fangið fullt af einhverjum frábærum gjöfum sem er vísindalega sannað að hugleysla veitir manni, að fullt af fólki klóranda sér í hausnum, bara akkur er ég ekki að þessu og ég var búin að vera eina af þeim í mörg ár en þá sem sagt plataði mig til þess að byrja að huglega með því að kenna mér mjög fljótlega til að fara djúpslökun og svo vildi bara kannski anda, þú veist, með þessum hætti sem ég kenni kannski bara svona telja upp í 3, þú veist, 2 mínútur aflögu á dag. Og hvað gerir? Byrjar að dofna og svo bara hverfur? Já, þú veist, það er bara, ef maður er með mikla spennu í líkamann þá finnur maður til, maður finnur til þegar orkan svona streymir niður í fæturna og niður í meltinguna og þar geymir fólk spennu og þegar hún byrjar að losna þá getur það verið bara næstu kvalafullt, bara meðan, þú veist, og svo urðu þess að 2 mínútur, þú veist, ég náttúrulega bara komst upp á lagið, tíminn lengdist alltaf og
og þegar maður búin að átta sig á hvað þetta gerir og líka frá fyrsta degi byrjaði ég að sofa, það var mjög öflugt. Mér finnst samt að þurfa að koma fram þegar maður er að tala hugleiðslu svona sem eitthvað svona ofur meðal sem að bara lagar allt fyrir alla. Það er alveg svolítið þannig, en það er til fólk sem er svo traumatiserað að það getur ekki hugleitt og það getur bara það getur ekki farið inn í þetta alveg. Nei, akkurat og það getur bara verið, þú veist, slæmt fyrir það, traumatiserandi þú veist, það getur ekki legið kjört og lokaði á hann. En í örugum höndum með einhverjum fagaðala eða einhverjum sem hefur reynsluna og insight. Já, akkurat, og þeir sem hafa talað við mig þetta, þeir tala EMDR sem er náttúrulega bara áfalla streitu meðferðin sem er bara svona dálítið aðal núna og bara sem að flestir sálfræðingar er að gera og þeir svolítið tekið við af hinni aðferðinni sem ég þoldi aldrei sem að var hvað var aftur allir sálfræðingar að gera Það tala eitthvað svona hugla atvellis. Já, eða ekki? Jú, svona plástur og suðu sárið. EMDR er svona andstæðan við það. En hvað með svepp? Sveppir, nákvæmlega. Þeir eru alveg ótrúlegir sem að þeir eru að gera fyrir fólk. Hefur eitthvað reynslu á þessu? Já, eða sko, ég hef alveg prófað sveppi nokkur sinnum og fundist það bara mögnu reynsla. Og ég prófaði það að mikrodósa þá bara bæði? Aðalega bara til þess að prófa. Einu sinni þá glemdi einhver hjá mér svona sveppasúkkulaði, búið það til sjálfur og ég ákvað að nota tækifæri og prófa að mikrodósa og fann svo sem ekkert. En svo einhvert kvöldi að þá var ég nýbúin að fá mér og þá bauð ég einhver konu sem að ég sá að var eitthvað á Facebook að bara grátbeðan þurfti að komast út á land að koma og dvelja ókeypis hjá mér. Hún miskildi mig eitthvað og hélt ég væri að sko reyna að selja henni eitthvað og svaraði mér alveg rosalega leiðilega og ég bara einhvern veginn, ég var svo viðkvæmur bara standa upp og fara yfir í annað herbyggi og var bara alveg að fara að gráta og bara hvað svo er ég bara, já þessi litli skammtur af sveppum hafði bara, þú veist, opnað hjarta einhvern veginn þannig að ég var svo viðkvæm fyrir þessu. Ég var, já. Og ekki viðbúin. Ég vissi ekki að ég var á þessum stað, það var alltaf svona, þú veist, sjokk, algjörum miskilningur. En svo er sem sagt, bara að taka sveppi til að fá þessa upplifun að svona renna sama á jörðina einhvern. Og ég hef alltaf bara, tekið það og tala við og bara setta á í hjarta og bara, mér langar alltaf bara svona að hitta Guð fyrir að hitta sveppi og það gengur alltaf eftir. Áhugavert. Þetta, við hefum eftir að fara svolítið, við erum búin að vera aðeins þarna. Já, en það virðast allir hafa skoðun eða prófað, eða ætla að prófa. Við ætlum að fara aðeins meira inn í þetta næstu viðtölum, sko. Það er alveg maður á leiðin hingað hvað þetta varðar. Já, Kjartan og strumpbónum eða eitthvað. Við komum að því. Já. En þarna, já, ok. Þú, sko, hvað gerist, veist, í þessu rými sem við náum að skapa með hugleiðslu? Hvað er það? Veist, og hvernig getur hverju kannski breytir þetta líka bara hvað var að skáldskapin, sko? Já, veist, þetta að fá allt í hennu bara eitthvað auki rými, bara eins og slökun, sko. Einmitt. Það sem það náttúrulega gerði fyrir mig, sko, sennilega frekar en kulnunin sjálf. Að það er náttúrulega bara að fá þetta verkfæri upp í hendurnar því maður verður að grípa í eitthvað. Ekkert annað eftir, sko. Já, akkurat. Að það er að sko, hægja á og þú veist, að hægja á að opna. Og ég áttaði mig á því að í hægðinni býr svo mikil dýpt. Það er svo rosalega áhugavert að vera þar. Það var einhver svona heimur, þú veist, ég var svo upptekin að fljúga að, þú veist, ég gleymdi alveg að kanna undirdjúpin. En þarftu ekki hugur ekki þess að vera þarna? Því þú hefur ekki stjórnina þarna, sko. Jú, en þannig hef ég samt alltaf unnið. Ég hef alltaf unnið svona með undirvitundinu. Ég hef alltaf einhvern veginn svona áttam á að sko, það væri affara sælla. Það maður ætlar að, sko, þú veist, búa til leif einhver að fæðast sem er bara orginalt og og marglaga og mergjað og þá verður maður ekki þvælast mikið fyrir. Maður getur ekki verið eitthvað svona smíðaða en það er bara
Jú, en hugrekkið felst kannski í því að kannski að maður að skrifa eitthvað og það virðist kannski svona hversdagslegra á yfirborðinu svona fyrst. Það tekur svona lengri tíma. Já, en svo það ekki, sko. Nei, akkurat, svo það bara, það bara dýpra og enn merkjara og svona sálarfyllara einhvern veginn. Þannig að ég var rosalega sátt þegar ég fekk kulnuna að þá fannst mér að ég standa frammi fyrir einhvern veginn svona vali að halda áfram í hraðanum sem ég trúði þá að ég þyrfti að vera í til að geta skrifað eða bara mín einn heilsa og lífshamingja og ég tók ákvörðun bara þá bara ég skrifa aldrei aftur þá aðra bók þá bara skrifa ég aldrei aftur aðra bók bara valdi þetta, bara ég fer bara inn í sjoppu þú áttur eitthvað að kosta völ ég meina, getur á þessum tímapunkti eitthvað snúið tilbaka í hitt ég meina, þetta ekki bara búið? Nákvæmlega, jú, svolítið en auðvitað, sko það misjafnt hvar botn fólks misjafnt hvað botn fólks liggur og auðvitað hef ég getað tekið þann pól í hæðina bara ég ætla að tjasla mig saman svo ég drösla mér á loft aftur en í staðinn tók ég þessa ákvörðun og áttaði mig á að það, þú veist að svona virði mitt sem manneskja væri ekki bundið við þetta starf ég geti verið bara alveg merkileg manneskja og verið að vinna á elliheimili eða í sjoppu bara eitthvað svona starf sem maður fyrir ekki mikið fyrir en sem bara mjög mikilvægt starf og maður gefur af sér og lætur gott að sér leiða sem náttúrulega aðal Áður við förum í borgaralaunin þá langar mér svona aðeins þá kannski að ljúka þessu og það einmitt kannski þessu svolítið tengt þessari þróun sko og veist, ertu bara skáldsagnar höfundur veist, áttu bara eftir að halda áfram að vera að búa til sögur eða sérðu þið fyrir þér að þú farir meira kannski í eitthvað svona öðruvísi skrif sko? Ég veit það ekki. Ég hélt að ég væri, þú veist það og auðvitað myndi ég bara halda honum að gera þetta þannig að ég myndi deyja einhvern veginn. Þú skimur ekki að þú bara einhvern veginn Kannski og allavega núna þá finnst mér sá möguleiki ekki træðilegur. Ég ætla bara að halda fram að skrifa á meðan hugmyndin að koma til mín eða gera það ekki. Þú veist að Geturðu tvinnað? Hvernig þá? Já, meinar. Sko ég náttúrulega að því að vissu leyti núna, ég að skrifa mjög mikið, ég líka að kenna mjög mikið og það sérst bara í bakarinn heima á mér með fólk sem að kemur og dvelur þar í kofa og þykkur leiðsögn með sín skrif og þá ég að gera þetta alltaf svona 21 Jú, auðvitað og náttúrulega En hvað veit maður? Hvað veit maður? Það finnst mér svo fínt að vera bara, að það allt í lagi að veit ekki. Já, einmitt. Gekkja. Davíð. Ertu bara í skáldinu? Já, ég skrifa náttúrulega. Getur ekki verið bæði? Af hverju alltaf bara eitt? Já, meinar. Af hverju skilurðu, af því að ég ekki mikið fyrir skáldsögur, en ég elska allt hitt, skilur. Okay. Ég get að skrifa sjálfshjálparbók og ég get verið með ævisögu, svo einhverjir sem skrifa bara ævisögur, skilur. Já, en það eru margir sem gera hvort ekki. Bara Auður Jónsdóttir sem er þetta áhugasvið? Blaðakona og skrifa skáldsögur og svo hún skrifa mjög mikið bara úr sínu lífileg svona reynslusögur. Ég skrifaði eina þannig sem heitir Skegg Rasputins og fjalla bara fólki í göttunni þar sem ég bý. Já. En já, ég meina að Vigdís Grímsdóttir skrifaði ævisöguna Bíbí, en ég býst við að þeir sem að skrifa skáldskap elska hann mest. Og kannski þegar maður einhvern veginn búinn með eina skáldsögu að hlaði aðra, þá getur verið þægilegt að taka sér eitthvað svona verkefni eins og þýða eða skrifa ævisögu einhver sem merkir bók Bíbí. Örugglega verið mjög skemmtilegt ferðalag fyrir höfundinn líka, eða skrásetjara. Þannig að jú, það eru margir sem blanda þessu saman og því ekki það, en mér finnst ég að vera svolítið svona fæddur skáldsagna og þessi sannsaga sem ég skrifaði Skegg Rasputins, hún auðvitað, það eru aðferðir skáldskaparins notaðar til þess að fjalla raunverulega atburði og svo gef ég mér auðvitað skáldaleyfi og þetta er mjög stíliserað og það eru atvik í þessar bók sem áttu sér ekki stað. Þetta bara, þú veist, Eva í bókinni, mjög snemma í bókinni, fær sér fulla matski á múskati, hrærir það út í mjólk og
fer í rosalega vímu. Ég hef aldrei prófað það, ég alltaf Virka það? Ég veit ekki, við erum bara að prófa það. Þið getið lesið það á netinu og séð fólk í vímu á YouTube. Alveg bara Múskat kolrugla. Ég nenni því ekkert. Þetta er bara múskat og bara eins og kókomjólk, kókomalt. Hrærir það úti og þú veist og drekkur það. Og Tökum þetta í nefið, maður. ástæðan fyrir að tekur þið ekki að banna múskat sem er náttúrulega bara eitthvað krydd, að það er bara, þetta er svo vondi víma, það er engin aðeins sem einhverju klikkaðir unglingar sem eru bara eitthvað truth or dare og það er reglulega þá fyrir svona faraldur yfir Bandaríkin, múskat faraldur svo krakkarnir eru að fá sér múskat og svo bara þurfa að fara upp á spítala eru bara Við getum byrjað að microdósa múskat. Sér hvað gerist, gerum tilraun. Já, gerum tilraun, þú gerir prófar þetta. Jesus. Herðu, ok. Sko, borgaralaunin. Já. Ég reyndar með hérna, þú segist ekki hlýðan ennum gúru, hvorki andlegum veraldlegum. Já, það er spennandi. Þú ert soloartist, þú ert pöngari. Svolítið eins og þú fjöldum Krishnamurti, hann var svona, vildi enga gúrua. Já. Hann var algjör pöngari og með rosalegt attitút. Akkurat. Skilur við, geggjaður. En ég hef samt alveg áhuga á gúruum, sko. Hvað getur gúrum gert fyrir þig eiginlega? Bara að mennta mig. Ég, þú veist, ég er bara að mennta mig. Gefið þið leiðavísir? Já, stundum bara svona opnað eitthvað svona, þú veist, að það er bara þegar fólk segir eitthvað sem að þegar maður heyrið það þá áttar maður að segja að það sé satt. Þú veist, að þá fylgir maður því, en þá er maður ekki að hlýða gúrunum. Maður er bara búið að rétta mann einhverju upplýsingar, eitthvað verk. Þú veist, ég hlusta mjög mikið á Matt Kahn á YouTube, þið hljóta að kannastu hann. Og síðast í gær þá var ég að horfa á heimildamyndum Yogananda sem skrifaði fyrstu ævisögu jóga sem hefur verið skrifið þannig að ég hef alveg áhugað þeim og svo tekur maður þú veist maður alltaf bara take the best and leave the rest En þú myndir aldrei eitthvað bara kasta þér kylliflöt á gólfið bara fram fyrir einhverjum og bara hlýða í einu og öllu ég sé þetta líka alveg Nei, ég bara hef það ekki í mér Nei, einmitt og ég fór einhvern tímann með vinkur eða svona vinnahópi við fórum alltaf að læra TM þegar David Lynch kom og svona niðurgreiddi og ég fór að læra TM hugleyslu og í smá tíma og þá einhvern veginn djassaði það, fannst það aðeinslegt og semst borgaði lítið fyrir að kosta 10.000 en ekki 100.000 ég hélt að ég var að borga fyrir sko menntunina en svo komst ég að því að maður er bara eitthvað, þú veist, fólki er í sjálfbóðinu að kenna og maður er bara, peningurum fyrir bara til Ameríku og svo uppgötum við að þetta var bara eiginlega kalt og ein vinkona mig fekk svona sjokk þetta var svo mikið áfall af því hún hafi gengið inn í þetta eins með þeim hætti að því sumir hafa það alveg í sér og það er örugglega einhver leyti, þú veist, er það styrkur en að einhver leyti er það veikleiki sem er hægt að misnota með, þú veist, til dæmis að fólk lendir í kaldi og hún var bara einhvern veginn svo miður sín að segja mér þetta, hún hélt þetta er áfall fyrir mig líka og ég var bara nú eins gott ég fór þá ekki á þess að helgi mér og alls sama af því að það er ekki einhvern veginn en maður er ekki búin að investera í hlutunum þannig að maður sé búin að einhvern veginn að sjálfmanns að renna alveg saman við einhverja hugmyndafræði en eru ekki sammála, það er einhvern veginn það er bara sumir sem hafa það í sér Jú, ég meina, ég finna ég get auðvitað tilenga mér fræðslu sko og tekið til mín einhvern veginn það sem að mér finnst einhvern veginn passa út frá minni sín sko. En þú veist, það er svo oft verið að einhvern veginn að gefa það í skyn að ég hafi ekki að ég tengdur hafi ekki atkvæðisrétt sko, eða dómgreind sko. Hver gefur það í skyn? Það er svolítið bara svona Þeir sem velja veiða þig inn í að hlýni Já, kannski þannig sko og það er verið að segja mér að ég ekki viti sko og ég skal sjá þig og skal hlýða við þig sko Já, akkurat Ég vil frekar vera vingull heldur en þverhaus Þetta er kannski svolítið svona valið það og með sko vingulshættinum að þá eru einhverju svona pittir sem að liggja þar og svo eru það þessi styrkleikar maður er svona maður er háll eins og áll það er ekkert þetta einhvern veginn talja mann trúum að maður er að hlýða eða gefa sér allan í eitthvað eitt Ég til dæmis, við vorum með tantrískan kynlífsgúru hérna í síðasta þætti og ég til dæmis ef ég var í hans kvöldi þá er ég ekki vissum að ég geti drukkið tíðablóð og sæði eins og hann sko.
Eða sem það mök með 3 konum á hverjum degi, sko. Þetta allt vola spes, sko. Jú, kannski, þú verður ekkert eitthvað að fá sálátt, sko. Það verður bara eitthvað fullur orku, sko. Já, þetta, En já, þú veist- fyrirgjöf. Nei, en svo hann talar hann talar þetta sem köld. Já, Hann setur sig köld. Hann Já. bara kvöldi mitt. Ef þú Og gengur hans í kvöldið mitt- metnaður að vera moldríkur köldlítar. Já, það hans. Hann sagði Það það. er heiðarlegur. Já, hann er alltaf heiðarlegur moldríkur köldlítar. Það geggja, hann er komin á Rolls Royce. Já, en hann alltaf segir þetta hreint út. Það er ekki eitthvað svona laumumakk og svo er alltaf að drekka eitur. Já, einmitt. alveg rétt. En Já, hérna- maður virðir það alltaf við fólk þegar það er bara ókslega heiðarlegt. Við sjáum hvernig er. Herðu, við erum komin að síðasta hlutunum og það er, Davíð, ég ætla að lifa þér svona svolítið aðeins að fara inn í þetta. Viltu fá þetta hana? Það sjá, ég Þetta skrifaði eru þetta í einhverju borgaralaun. ölæði. Það verður sér eitthvað svona hitamál fyrir þér. Ég Ekki er fyrir- persónulega ekkert rosalega mikinn áhuga Það á er þessu. ekki hitamál fyrir mér. Það Nei, þarf bara fyrir að ræða- Guðrúnu. Já, fyrir hana. Já, og ég minna eins og hún sagði, þú hefur Já. unnið á einhverjum börum, þú hefur náttúrulega aldrei unnið handtak á æfiðinni. Þú mátt skrifa einhverja bækur, en auðvitað viltu borgaralaun. Þú ert á borgaralaun. Ég er á borgarleinum og ég vil bara að þú veist, aðrir fái það tækifæri líka Ok. til þess að hafa svona mikið rými til að hugsa Bara og átt að sjá. allir. Bara Bara allir. grunnréttindi. Já. En hvað eiga það þá að vera? 200 skall, 500 skall? Hvað þarf ég Eh, til Hvað þess að lifa? þurfið þið? Bara, skilurðu. bara nóg fyrir leigu og mat. Þannig verður að rekna út. Það þýðir ekki að nefna tölu af því að það er alltaf allt einhvern veginn í hérna. Er þá ekki eitt fyrir alla? Er sikkvort fyrir alla? Jú, en þú veist, auðvitað var hægt að tekjutengja þetta eitthvað og auðvitað, þú veist, hérna þeir sem að eiga meira en nóg að þú veist að ættu ekki að þurfa á þess að halda og það er alveg til hugmyndur um það Já. að það sé, þú veist, grunnréttindi en hérna en ef þú ert bara, þú veist, einhvern veginn á kafi í seðlum að þá þurfur þetta ekki og það er bara einhvers konar réttlæti í því, bara já. En hitt er svona einfaldara og sko ástæðan fyrir að fólk telur að við höfum efna á þessu er að það sé hægt að taka sko eftirlitskerfið og yfirbygginguna sem Já. er núna í því að einhvern veginn að þú veist, hérna ég veit mann það vantar á hann fótinn frá mjöðum og Já. það þarf á hverju ári að þú veist, hafa fyrir því að sanna að það vanti ennþá á hann fótinn. Það er ekki búin að vaksa aftur? Hann er ekki búin að vaksa aftur. Nei, Og eitthvað svona rugl. Já, ég skil Og svo líka, þú veist, að hérna, mér finnst ofta að svona þeir sem eru svona harðastir gegn þessari hugmynd að þeir séu haldnir þeim miskilingi að fólk vilja ekki vinna, að fólk vilja ekki láta gott að sér leiða. Þetta er bara einhver svona grunnþörf hjá okkur að vera að gera eitthvað sem að gagnast heiminum og hérna þeir sem að eru ekki á þeim stað eru bara eitthvað veikir, þú veist, ég held það. Ég held að fólk sé ekki upp til hópa þannig að það vilji bara svona eitthvað að setja lappnir upp í loft og hérna og horfa á sjónvarpið allan daginn Nei. og fá bara pening fyrir það og þessna, þú veist, sko, er þetta hérna kerfi sem er svona paranoid og lætur við fólk eins og það sé alltaf að fara að svíkja peninga, þú veist, á einhverjum villigötum. En það er svona staðan með atvinnuleysis-kerfið og það. Ég er ekki þannig að fólk vilja bara sitja og liggja, en það er samt nýta þessi kerfið. Og það er bara eðlilegt, það er við erum alls konar, en sko, þurfum við ekki einhvern veginn, sko, talar það fá allir laun og þau vilja vinna, það gera eitthvað, Já, en sko eins og við erum búin að setja upp okkar kerfi er að við mælum hagvöxtin í peningum og annars, skilur já. þurfum við þau ekki að fara að endurskoða svolítið hvernig ætlum að mæla, skilur Ekki endilega, ekki eins og ég sé þetta fyrir mér, þú veist, en þú hefur bara þetta rými til þess að, hérna, þú veist, að þið ert ekki, hérna, alltaf að vinna til þess að vinna og svo eru sumir sem fá ekki vinnu að því að einhverju annar er í þessari vinnu, hérna, án þess endilega að, þú veist, vilja að vilja gera eitthvað annað. Hérna, hvað er að segja? Já, en ég skil sko Sko, ég er alveg svolítið, sko, í þessu samingi þá svolítið talað að við, sko, lokalt séum að nýta okkar auðlindir Já, til þess að Já. fjármagna einhverja grunnframfærslu sem veitir okkur en er búið að reikna Meira þetta rými. út, skilur hvern Já, að því að fólk er alltaf að vinna að þá má það ekki vera að því að hugsa Nei. og það kemur eitthvað skapandi afl þú veist og eftir 1-2 ár hérna, af því Já. þá ertu kannski farin að gera eitthvað sem að sko aflar er peninga þú veist, ofan á þá þessa grunn framfærslu nema að þú eignast svo miklu peninga og þurfir hann ekki lengur ef það er eitthvað þannig getur valið hana frá Já, akkurat getum við ekki bara skilja, við erum í samfélagi núna að vinna á svoleiðis og ég er með alls konar passion Já, sem ég geri, verðum við þá ekki bara axla ábyrgð, sinna vinninu og skaffa okkur og okkar börnum hana og vinna þá í því sjálf á kvöldina hvert sem er, að láta þetta vera veruleika, ná fjárhagslegu frelsi, minnka neyslu, vera minimalísk og annað til þess að vera frjáls,
að því að við fannst svolítið skrítin setningin hérna sko, þú talar að við þurfum ekki að vera nauðbeygð til að vinna fyrir auðvaldið en fyrir mér þetta ekki, það auðvald og það græðgin og allt það en ég bara að vinna fyrir mig skilur, svo ertu með smiði og pípar og alls konar skilur. Og þú getur alveg haldið áfram að já, þeir vilja ekki til að vinna, þeir eru nauðbeygðir til að vinna fyrir sig, ekki auðvaldi, það ekki auðvaldi, það frekar kerfi sem sko búið að mér finnst samt ógeðslega skrítið að sko og ég kannski bara svona einfaldur að fiskurinn okkar sé í höndum þorra einstaklinga en haldið og ég eins og ég las bara þetta bara, veist, ég les veist, það eins og eigin fé Samherja 78 milljarðar, hvað steip þetta? Þú veist, það búið að reikna út að þetta meikar engan sens fyrir mér sko. Já, brot af þessum sko tortólapenningum myndi döga fyrir þessu þannig að bara undum sko minka auðmannadegrið að þá hérna bara minka það? Já, bara minka, við þurfum ekki að hætta því við getum alveg haldið áfram minka aðeins en þegar ég segi ekki nauðbeygð til að vinna þá meina ég það að þú veist hérna ekki þegar þú vilt það ekki þú veist, þú hérna ert lærður og starfandi smiður þú vilt smíða en kannski vilt ekki gera það alltaf ég hættur því sko kannski, já, akkurat þannig séu en ég meina, kannski vilt á einhverjum tímapunkti taka þér ársleyfi þú veist, til að hugsa veikan ættingja eða til að ná þér á strik ef þú ert búin að keyra það eitthvað út eða bara verið í garðinum að reyta arfa sko já, og ég bara hugsa til dæmis bara svo margar sem í þeim sporum þú veist, ekki listamenn, ekki lögfræðingar ekki smiðir, þetta allt svona hérna, þú veist, ég að gera á ekkert mjög háum launum en ég að gera það sem að ástríða mín stendur til og hérna og þeir eru menn sem að hafið þá menntun og ástríðu eiga möguleika á að skaffa ykkur svo mikið svo hefur einhvern veginn svo þetta kannski bara hjúkrunarfræðingur og búin að vera mjög lengi í háskóla til þess að gera eitthvað sem að þú trúir að sé hérna gott og gefandi starf og svo mikilvægt en þú ert ekki á það háum launum að þú getur eitthvað verið að leggja fyrir ef að þú vilt kannski taka þér hérna ár til þess að já, til að þú veist gera eitthvað annað já, ég skilji, nánast ógjörningur oft eiginlega, þannig að þú ert nauðbeygð þú verður að fara, þú mátt aldrei hætta þú veist, þannig að þessna allir svona útkerðir og svo ef það þarf að hugsa veikanættingja þá þarf að gera það ofan á þú veist, og hérna hugsa ykkur menntaðan hjúkrunarfræðing sem tekur sér bara nokkur ár pásu frá vinnunni á meðan hún með, þú veist, lítil börn og veika á deyjandi foreldra og þá gerir hún bara það og svo fer hún bara aftur í vinnuna af því það það sem hún vil gera sem ástríðan stendur til af því að, þú veist það getur vel verið að setja til fólk sem að, þú veist, svíkja út atvinnuleysisbætur og eitthvað svona já, það auðvitað undanþægning frá reglunni þá þyrftu þau ekki verið að standa í því að það getur bara verið að borga og bara í fullum rétti já, ég skoða þetta svolítið svo langt sinni tölum að Halldóru en ég alveg hlindu borgarlu ekki mál en ég það bara ræða þetta það svo margt sem þarf að breytast en sko, stóri partin í þessu fyrir mér þetta ógeðslega heimskulega félagslega kerfi sem búin að byggja upp skilur, sem tryggingabætunar og ellilífeyririnn og atvinnuleysisbætur og við tökum bara allt kerfið og sprengjum það þá sparast milljarðar damn straight og það bara allir á þessum borgarlunum bara 500 alla og svo skoðuðu eitthvað með tekjur og eitthvað svona drullu smúð en þá verður allir hrættir skilur ríkisstarfsmenn allir þá að klippa burt þeir náttúrulega fara þá getur fiskifyrirtæki bara átt sko sína 25 milljarða svo hitt allt annað skilur við þurfum líka sko ég hef að ræða við að rífast ykkur vinn minn sem listamaður hann var alltaf listamannlaun hann þungar okkur hann grálar og svona skilur ekki á listamannlaunum en skilur við vorum bara að ræða þetta og hann var að segja áður en að kvótakerfið var sett á ég veit ekki hvort það rétt ekki búin að kynna mér alveg en þá vorum við að tapa á skilur við honum eða vorum ekki að skilin tekjum í þjóðabúinu, við vorum í mínus. Þetta er náttúrulega fyrir milljón árum síðan, sko. En þá hugsa maður, ok, hvort erum við betur sett með Samherja og Tortóla og allt og þeim tekjum sem þeir skilja í þjóðabúið, eða við myndum bara taka þetta drasl, skilju. Myndi þetta þá ekki bara allt fara í að kaupa nýja skóflur fyrir að við einhverja byggingar og... Við þurfum ekki að taka allt draslið. Nei, skilju, við vitum ekki, sko... Þá svarið bara að minnka degri. Ekki hætta því. Nei, ég sammála því og líka mitt, en hvernig eigum við að taka henni slag áfram? Skilju, hvað er þetta að gera? Því að ég Halldór að tala um þetta, hún var passund og hún búin að leggja fram frumvarp en svo virðist enginn annan hlusta á þetta, skilju, þetta bara þessi bara sopaðandi teppi. Ég veit ekki, sko, ekkert okkar í aðstöðu til þess að gera neitt. Nei. En sko bara það að maður sé að, þú veist, að tala um það og velta hugmyndinni og þú veist, reglulega þá á ég einhver samtölu við fólk sem bara eitthvað annað og svo kemur upp eitthvað svona, eitthvað flækjustig og ég bara borgaralaun og hinn manneskjan bara
þokkalega og þetta að komast inn í sko áður en eitthvað verður að veruleika þá þurfum að geta að hugsa þegar ég heyrði fyrst borgarlaun fannst mér þetta óhugsandi þá til ég skoðaði reikningsdæmin og skildi að þetta eru reikningsdæmi skilur hvaðan þessi fjármunir að koma á ég að koma með að því ég svo ógeðslega duglegur að vinna skilur nei, þá ekki að taka neitt frá þér nei skilur, ég get alveg gefið að mig ég bara hugsa skilur, hvernig nei, það sko eins og varst að segja með kerfi og yfirbygginguna þetta alveg hennar hægja það vantar svo lítið upp á þegar það búið að það vantar svo lítið upp á og þessi peningar eru til en þeir eru bara, þú veist, of mikið að safnast á þeir eru bara, fara hendur það er ekkert lindamál sko. já, þú veist, þannig að þetta væri bara þetta er spurning að bara svona taka þennan kúf hér taka kúf hér þannig að þetta snýra að því að auka samkennd þannig að hún sé ekki skilir og tröst og við sem tegund bara höfum meiri sko álita á okkur sjálfum þú veist að við lítum ekki á okkur sem einhverju svona þú veist gangandi aumingja sem eru bara að vinna því við neyðumst til þess þú veist það er bara ég er alveg vissum að það er ekki rétt ég skilur, já, ég vaknaði eitthvað í morgun gett æstur með borgaralaun hann var að opna nýtt fyrirtæki altså golfherma, viltu promóta þetta eitthvað? Nei, jú, skilur golfherman eru auðvitað nei, ég er svona á báðum spektrum sko, ég les Krishnamúrti bókina og hulið á fyrir sjósund og okkur en svo ég alveg bara snar brjálaður skilur og opna fyrirtæki og vinna en svo með börnum mín og skilur bara báðum megin sko og oft því mér finnst svo gaman að skapa verðmæti og það er bara eitthvað svona skilur ekkert endilega að vera ríkur, ég nota ekkert ég á ekki sófa einu svona skilur, ég þarf engan pening ég keyri bara skóta, já, mér finnst svo gaman að skapa og byggja upp og vinna í átt að fjárhagslu frelsi eða einhverju og geta veitt mér alls konar muna en þá samt missir maður svolítið sjón og verður bara svolítið stjórnlaus skilur en þá fórum við að hugsa með þetta skilur þetta er voðalega falleg hugmynd en er hún raunhæf skilur og hvað með þá bara eins og ég var að lesa Rauðakverið sem þú gafst mér einhvern tímann þegar þú varst í neyslu og gafst mér Rauðakverið og ég var að lesa þetta og ég bara hvað er að frétta skilur svo að fara að hugsa ok, ef við lifum eftir þessu Rauðakverið og við erum öll bara saman út á akrinum og erum að vinna og ég er ógeðslega duglegur að eðlisfari svo er þú vaknar alltaf bara klukkan 2 og svo ertu bara eitthvað að slæpast og sparka í dekk og eitthvað þá er ég bara brjálaður skilju og þá segum við erum ekki tilbúin í þetta eða hitt sko. Við þurfum eitthvað að endurskoða því við erum svo mismunandi sko. En, þú veist, ég hef bara áhyggjur að borgarlaunin þetta fyrir svo bara ef við tökum auðmennina út fyrir svega bara að það var ekki þá já ég skil sko kannski er þessi sem er bara að vakna klukkan 2 og sparka í dekk þú veist, þunglindur og þarf tíma til þess að átt að sjá hvernig hann vill láta ljósitt skína í heiminum en þú veist, munurinn á kannski mér og þér ég held að við séum bæði með samkenndina og allt þetta en þú veist, ég trúi því af öllu hjarta að þú veist, við séum bara gerð til þess að vilja láta gott á okkur leiða ég sammála því já, þú veist, þannig að ef við erum ekki að því þá er eitthvað að þú veist og þá þurfum við kannski bara andrými til að hugsa það en þú veist og kannski með og hvatan segjum svo að ég er alveg sammálaður að við þurfum kannski einhvern hvata til að vinna en ef þú ert með borgarlaun sem að þú getur skrimta á ef þú vilt gera meira en að skrimta þá þarftu að vinna ég er ekki að tala um að vinna bara og við þurfum ekki endilega verðmæti þurfum ekki að endurspeglast í peningsskil það getur verið svo margt sko. Nei, ef þú skrimta og mála málverk sem að enginn vil kaupa en þú veist sem hafa samt einhvern veginn svona áhrif á einhvern þannig að eitthvað þá getur það ég til ég að sjá þetta gerast ég líst vel á þetta ok, þá er þetta bara ákveð þetta er bara ákveð þá er þetta on þetta er on nei, heyrðu það fyrst hér það þarf að reikna þetta ég líka hefði viljað sjá fleiri ég heyrði eitthvað frá Finnlandi að það hefði ekkert gengið neitt rosalega vel tilhörun þeirra þar sko en þeir náttúrulega voru bara með eitthvað sleppi úrtak og eitthvað svona bla 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 svo er eitthvað í Bandaríkjunum þetta er kannski vísir í sko framtíðar ástand já þú veist ég er að vinna með börnum og unglingum og ég bara er að horfa á þessa krakka og þau eru bara að sprengja allt upp sko alla ramma hvað var það
kyn og kynhneigð og Svo bara deilihagkerfi sem heild, það náttúrulega bara ein birtingamynd af þessu í rauninni sko. Þetta var óhugsandi fyrir einhver árum að við erum að skiptast á hlutum og verkværum og húsnæði og koma inn í heiminn bara upplýstari hvað var þar og það hvernig við komum fram við jörðina og þau eru ekki bara eitthvað 12 ára eitthvað bak ykkur að sjoppa hellis í landa og bara keðjureykja múskat, skilur þau eru bara miklu upplýstari. Það eru auðvitað aðrir faktorar sem að, það eru auðvitað aðrir hluti sem eru, kannski ekki alveg næs. En svo ertu með samfélagsmiðluna líka, sko. Ég veit, þannig að þetta en við erum á leiðin inn í eitthvað, þannig að kannski þetta vísir að einhverju svona útjóprískri sín, sko. En hvað þú ert múin að tala þú greina passandi, allar eitthvað að fara, ertu að fara í frambúð? Nei. Nei, skilur, hvernig allar að Ég bara að tala þetta. Þú veist, eins og skrifaði ég bók sem heitir Jósói og hún fjallar sársaukan, bara líkamlegan sársauka. Og ég var með mikið á kantinum lækna prófessor sem heitir Jóhann Axelsson og ég let hann lesa yfir bókina og var bara, þú veist, ég var að fara með líkamann út á alveg ystu endamörk getu sinnar og ég var bara er þetta hægt, er þetta hægt, er þetta hægt? Og hann sagði alltaf, já sko, þetta er ekki hægt í þeim skilningi að við kunnum þetta ekki ennþá, en við verðum að geta að hugsa það. Já, einmitt, nákvæmlega. Já, og þá er það bara, þú veist, þá er það bara mitt hlutverk sem listamanns að vera einhvers konar svona visionary og vera bara þetta. Svo getur þessi manifestering farið í gang bara sko í veldisvexti. Sko. Já, og þegar fólk er búið að sko að ná utan hugmyndina, að þú veist, maður þarf alltaf að heyra hugmynd nokkrum sinnum áður en maður opnar hliðin fyrir henni og ég skil alveg þá sem að heyra þessa hugmynd og er bara þú veist, ég var alveg þannig en það bara tók mér rosalega stuttan tíma að sjá þetta er ekki að ég vil að allir fái og ég er ekkert svona andum með að ég get alveg borgað mér, skiptir ekki máli, ég er bara að sjá hvernig gengur þetta, mun þetta vera til bóta eða ekki, er þetta eða einhver önnur leið kannski betri, eins og með listamannlegin mér finnst ekki óæðilegt við það, skilur. Það er einn ángi af þessu. Akkurat. En svo erum við hjúkrunarfræðingir sem vill vera heima með börnunum og allt svona og þetta, við erum náttúrulega við erum nauðbeygð til að vinna bara eins og kerfið sem við skapa okkur og Íslendingar eru vinnaðir dyggð, við erum svo duglega að vinna. Já, en ég komst að því fyrir 4 árum og ég þurfti ekki að vinna eins og ég hélt að ég þurfti að vinna. Nei, þú þarft þess að ég gat breytt, sko. Það er, já, það er hægt, geta það ekki allir en það er hægt. Og það var að valda mér ótta, sko, því ég óttaðist fjárhagslegt öryggisleysi og ég óttaðist að stíga út fyrir það sem ég kunni, sko, yfir í eitthvað sem ég hafði ekki stjórn á. Ég held að fleiri, þú veist, fái kjarkinn til að stíga þetta skref að pressan er aðeins tekin af. Já, einmitt. Algjörlega. Nákvæmlega, sko. En svo getur vel verið að þetta sé rétt að séu aðra leiðir sem eru samt bara, þú veist, þar sem að ég er að tala er kannski áttina og kannski er það ekki auðvelt eða jafn mikið hægt og ég held og þú veist, ég heyrt einhverja pírata að tala bara já, borgaralinn, já, en þú veist, það var hægt að gera þetta svona og þá leysum við þetta svona skrýtna svona bjagaða réttlæti að þú veist eitthvað forríkt fólk sé að fá sendan heim einhvern 500 skall í mánuði sem þarf ekki að halda og ég var bara en það var útfærsla á borgaralaunum. Já, þú veist. Algjörlega. Geggjað. Guðrún, ertu með einhver lokaorð? Ég held nefnilega ég þurfa að fara í matarboð. Matarboð? Já, ég er að fara Hvað er klukkan? Við bara 11:30. Já, ok. Ég er þarna Þetta fara í matarboð. Já. Ó, ég held ég að vera klukkan 11. Þarna viltu eitthvað henda í eitthvað svona út spátum? Nei. Ég er bróksla ánægð það sem við talum. Já, ég svo og nú er ég átt að maður að það er fólk búið að bíða eftir mér í hálftíma þannig að í alvörunni? ég er svo samviskusöm að Oh my lord. já, ég held að við erum búin klukkan 11 já, en við erum alltaf búin að vera svo skemmtilega tíminn er búin að vera svo það búið að vera ógeðslega gaman númer 1 að fá að hitta þig aftur eftir öll þessi ár sömuleiðis búið að mjög skemmtilegt spjall Ég ætla að sökka mér í borgaralaun bara leið og ég kem heim ég elska þetta og vera með mjög opinn hug báðum megin, með auðvaldinu og okkur hinnum. Ég er bara að lesa minna fyrstu bók eftir þig, ég hef aldrei lesið bók eftir þig ég hef aldrei lesið skáldsögur. Nei. Ég hef átt að koma með, ég á bækur heima ég kem bara að næða þú kemur og tekur út ég fer oft í Hveragerði, fer í þessar laugana ég er með kortar sko Nú, ég bara verði í bandi þú verður í bandi ég leika þekki nokkra hipstera sem búa þarna líka þið eruð orðin nokkur við erum orðin nokkur Geggjað. Herru Guðrún, bara Frábært. njóttu dagsins. Takk fyrir okkur. Sömuleiðis. Blessuð.
Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Todd Thorgríms stoltur styrktaraðili þvottahússins.